ég meina efnahagslegur rökin myndi ég segja væru meðal annars þau að við búum við gjaldmiðil sem hefur náttúrulega mist mjög mikið verðgildi sínu gagnvart öðrum gjaldmiðlum frá því að hann var stofnaður og við búum langvarandi með hærri vöxt og verðbólgu en samanburðar lönd og ég heyri alltaf já við getum bara hert okkur og gert þetta sjálf og samt einhvern veginn hefur þetta verið þannig að áratugum skiptir að vextur og verðbólga í Íslandi eru miklu hærri heldur en annars staðar og það munar bara minna, ég hef bara einfaldi servetti útreikningar benda til þess að vaxtamunur milli Íslands og Evrópu 5% og íslensk heimili skulda 3.000 milljarða í fasteignalánum, þá þetta einhver segjum að lágmarki 100 milljarðar sem íslensk heimili getur sparað ef við myndum ná vöxtum niður í evru level. Og þetta eru stór efnahagsleg rök að mínum mati. Og síðan eru það hinn pólitísku rök við að mínum mati eigum samleið með þessum þjóðum og það kostur fyrir okkur að taka þátt í þessu pólitíska samstarfi sem Evrópusambandið er. Þetta er líka tollabandalag og viðskiptabandalag og því fylgja bæði kostir og ókostir, það skal bara viðurkennast. En við höfum því miður verið að horfa upp á heim að undanförnu, það sem tollum er í auknum mæli beitt til að ná fram pólitískum markmiðum. Við sáum það í Grænlandsmálum til dæmis, þar voru tollum hefur sögulega undanförnu aðalega verið beitt til að vernda einu framleiðslu, en tollar sem var hótað voru settir á Danmörku og Evrópusambandið og stuðningsríki þess voru ekki til þess að vernda bandaríska framleiðslu, heldur voru gerðir til þess að reyna að knýja svo á það að Grænland myndi falla Bandaríkjunum í skaut. Og ég hef ferðast Evrópu og ég hef heyrt danska þingmenn og ráðamenn segja það beint á opnum fundum, ég veit ekki hvar við værum án Evrópusambandsins. Þeir telja einfaldlega að það að vera partur af viðskiptabandalagi og viðskiptablokk hafi verið ráðið lykilúrslitum í því að þeir hafi allavega haft sterkari stöðu í þessu máli.